Þá það Vilhjálmur Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Já, formaður og góðir ráðsfulltrúar. Það hlaupa svona hratt í gegnum nokkra punktar sem hafa verið nefndir og skýra ákveðin atriði. Í tillögu nr. 2 kjörgengi forseta þá spurði Kata þetta með skilyrðin kjörgengi til Alþingis. Þau eru skilgreind í kafla Alþingi og alþingiskosningar og heyra að því ég best veit undir nefnd sé en eru nokkuð skýr að kjörgengur til Alþingis hver 18 ára gamall maður sem er með lögheimili á Íslandi þegar að alþingiskosningar fara fram og er með óflekkað mannorð og getur ekki verið hæstaréttardómari. Þannig að það skilgreint annar staðar. Nú síðan vildi ég nefna hérna í lið 7 starfskjör forseta, þá hafa menn verið að spyrja orðalagið okkar þar sem er til samræmis við það sem við leggjum til ráðherra að forseta sé óheimilt að hafa með höndum önnur launuð störf á meðan hann gegnir embætti. Sama gildir störf í þágu einkafyrirtækja og opinberra stofnana þó ólaunuð séu. En ég vek athygli á því að félagasamtök eru ekki þarna undir. Þannig að forseti gæti haft með höndum ólaunuð störf fyrir félagasamtök. Samkvæmt þessari grein, það okkar skilningur. Og það ágætis ábending sem ég held að Íris hafi komið með að það mætti alveg skoða þetta í kringum dómara líka með að lækka greiðslur til forseta sem óheimilt. Það og ástæðan, þetta nú held ég rætur sínar að rekja til bandarísku stjórnarskrárinnar á sínum tíma, þar sem að það verið að hafa áhyggjur af því að framkvæmdavald gæti kúað forseta til hlýðni með því að taka á honum launin hans. Og það það sem verið að reyna að verja með þessu. Nú eiður forseta samræmi þar við alþingismenn, þar að segja að alþingismenn eigi þá með sama hætti að undirrita eðstaf að stjórnarskráni. Ég held að við séum nú þegar komin með að byrja að undirbúa þessa breytingu í nefndinni til samræmis að báðir aðilar, alþingismenn og forseti muni undirrita eðstaf. Nú, ég vildi líka bara nefna þarna í 11. grein vald forseta, þar sem við erum að leggja til að það falli burtu þarna 2 greinar að undirskrift forseta þurfi á ýmis mál sem að forsetinn ásamt enga aðild að, hann tekur ekki ákvarðanir og ber ekki ábyrgð á þeim og við leggjum svo til að þetta falli brott. En ég vek samt athygli á því að við erum ekki búin að afgreiða frá okkur einhvers konar uppfærða útgáfu af hinni frægu 27. grein sem kveður á að forsetinn þurfa að undirrita lög til að þau taki gildi og einhvers konar varnagla eða öryggis hlutverk forsetans í kringum það. Þetta er kannski að hluta til á sviði nefndar B og hluta til á sviði nefndar C og þar koma auðvitað ýmis konar, eins og segi, öryggisvarnaglar til álita en það ekki það sem við erum að ræða hér og þannig að það sé bara skýrt að þó að þessi ákvæði hér gamla 18. og 19. greinin falli brott þá verður áfram einhvers konar svona varnagla ákvæði varðandi lagasetningu. Það bara verður ekki þarna. Og síðan í númer 12 ríkisráð, það kemur sætur nú kannski tíðindum að við erum að leggja til að einfallega leggja af þá ágætu fornu stofnun. Hún þjónar ekki lengur beinlínis neinum tilgangi en það gaman að segja frá því að það gildir þessa stofnun ríkisráð, reglugerð ríkisráð sem er frá 1943 og þar forsetinn reyndar nefndur ríkisstjóri en ekki forseti. Og þar raun og veru gert ráð fyrir því sem lýst í reglugerðum ríkisráð raun og veru nokkurs konar ríkisstjórnarfundir. Þetta frá þeim gamla tíma þegar mál voru raunverulega borin upp fyrir forseta og þetta funkeraði raun og veru sem ríkisstjórn. En þetta náttúrulega alls ekki svona lengur heldur. Þetta núna svokallaðir ráðherrafundir sem ríkisstjórnarfundir og við munum að sjálfsögðu nefnd B kynna og höfum undirbúið greinar störf ríkisstjórnarinnar sem koma algjörlega í staðinn fyrir þetta. Sem að þarna talað ríkisráð og reyndar líka í stjórnarskránum ráðherrafundi. En með þurfa ekkert að hafa áhyggjur af því að þetta, það engin sérstök eftirsá að ríkisráði nema sem svona sögulegri arfleifð og svona fornleif hálfgerði. Framlagning stjórnarfrumvarpa, það var minnst þarna á þjóðarfrumkvæði sem að Íris Lind talaði og það við erum með það í nefnd B svona á okkar tossalista, þetta stikkorð, þjóðarfrumkvæði að frumvörpum, en þetta að mínum mati hugsanlega einmitt undirliggjandi ætti að vera í nefnd C sem að Íris er í, þannig að ég vona að hún haldi því til streitu þar því það getur verið mjög gott mál að fólk geti komið með sitt eigið frumkvæði að frumvörpum. Og þá held ég að
við séum nú eiginlega komið með þetta. Það var hérna 15. grein, þar var spurt að Kata var með áhyggjur af því að það væri ekki lengur gert ráð fyrir því að forseti geti fellt niður saksókn. Ég held að það sé ákvæði sem viss hætta á að verði misnotað. Við erum að, þar sem þá ég við að forseti myndi fella niður saksókn á hendur einhvers konar góðkunningum sínum eða stuðningsmönnum eða eitthvað slíkt. Og við erum að gera ráð fyrir því að ríkissaksóknarembættið komi inn í stjórnarskrána, verði stjórnarskrá vernda og það verði sjálfstætt. Þannig ég held að við verðum bara einfaldlega að treysta því. Og svo skulum við skoða þetta með birtingu laga og það mætti kannski bæta við þarna orðalagi svo lögum og fyrirmælum og aldrei beita svo íþyngjandi sé fyrir en eftir birtingu þeirra eða eitthvað slíkt. Þannig að það sé skýrar að þetta orðalagi lögum og fyrirmælum og aldrei beita fyrir en eftir birtingu þeirra úr núgildandi lögum stjórnartíðindi og lögbirtingablað en kannski einhverju núansar þarna sem þurft að koma með. Takk fyrir.